í þessu öllu, í þessu lífi mannsins, einhver kjarni sem að ber að verja? Eitthvað hérna í þessu lífi, mannlífinu, sem virkilega sko dýrmætt, sem heilagt og eitthvað til í hinu vestræna heimi sem að telst heilagt? Ég sem sagt spyr mig þessara spurningar meðal annars vegna þess að það var svo skrítið að í kosningabaráttunni þá virtist mér þetta snúa þannig að ég mátti tala bara hvað sem nema ef ég fór að tala trú eða Guð eða hið góða eða hið illa, að þá var fólk ósvalega viðkvæmt og sagði við mig að þú mátti ekki ræða þetta og af hverju má ég það ekki, af hverju má ekki ræða það sem ég tel að sé heilagt og tært og fallegt og æðst, ef það má tala allt annað. Hvernig getur það verið? Og ég ekki með svar við þessu, en hvernig getur það verið að í menningar umhverfi sem að í rauninni afhelgað, það sem að ekkert virðist vera heilagt, af hverju má þá tala allt það, allt, af hverju má þá tala allt, nema það sem heilagt? Getur einhver útskýrt það? Ég ætla að leyfa ykkur bara svona að íhuga þessa spurningu og svo þegar þessi þáttur verður birtur á samfélagsmiðlum eða hvar hann verður birtur inn á broadcastinu, þá þætti mér mjög vænt það að áhorfendur, hlustendur hjálpi mér að skilja og hjálpi okkur kannski til þess að skilja það. Hvers vegna í afhelguðu samfélagi má þá tala allt sem snýr að kynhneigð, kynlífi, hegðun fólks, það má birta morð og alls konar glæpi og nauðganir í sjónvarpi, það má vera með hræðilegar lýsingar á limlestingum og ofbeldi í útvarpi og fjölmiðlum, en ef þú ætlar að fara að tala Guð eða það sem heilagt, að þá sagt við þig, nei, þú mátt ekki tala þetta. Þannig að hér einhvers konar hvað væri orðið? Það einhver svona þversögn í þessu, einhver rosalega sérstök þversögn sem að við þurfum að finna og reyna að fá skýringar á. En það að búa í afhelguðu samfélagi þýðir það ekkert lengur heilagt. Það að búa í samfélagi sem að aðhyllist efnishyggju og hafnar andanum felur í sér að samfélag okkar í einhverju skilningi tilbiður efnið og segir skilaboðin til okkar og skilaboðin til barnan okkar, sýnist mér í skólunum að það ekkert til sem ekki mælanlegt og áþreifanlegt og sýnilegt. Þetta mjög sérstakt að standa frammi fyrir því að segja við sjálfan sig stundum að það sé eins og maður búi í sálarlausum heimi sem að hafnar öllu sem heitir æðri máttur og það sem þá ekki kannski sýnilegt og það sem ekki mælanlegt og svo framvegis. Og þetta sérstakt vegna þess að ef við hugsa það, meiri hluti mannkyns, jafnvel ennþá á árinu 2024, trúir að æðri mátt og menn hafa frá örófi trúa því að menn séu gætir sál og að sálin lifi eftir að maðurinn deyr í þessum líkama.